Gestur kvöldsins var frá blautu barnsbeini lunginn í viðskiptum og tók að sér að markaðssetja föður sinn í óþökk fjölskyldunar þegar hún var aðeins 5 ára. Hún var orðin 20 árum eldri þegar hún gerði starfsmannastjóri bæði hjá Mars og Pepsi Cola en var svo lokkuð til Íslands til að stjórna hérlendum mannauði. Ég hef alltaf haft mikla framkvæmdorku og finnst gaman að taka þátt í hlutum og ég hef aldrei látið neitt stoppa mig í því ef ég hef skoðanir á okkur eða langar til að vera þátttakandi í því. En þú hefur svona viðrað nokkur varnaðarorð íslensku útrásina og kannski efast að vöxtur íslensku fyrirtækjanna standi endilega inn sterkum fótum og við viljum auðvitað trúa. Það kannski tvennt sem ég hef verið að benda aðallega á. Í fyrsta lagi þá finnst mér ekki nógu mikil áhersla á að einmitt þróa og þjálfa leiðtogun eða leiðtoga sem að geta leitt jafn stórar einingar og jafn margar og fjölbreyttar einingar og hér eru. En kannski það sem að mér finnst ennþá meira að vanta að við gerum okkur grein fyrir þeirri flókna umhverfi sem að viðskipti í mismunandi menningarheimum eru. Og ég hef áhyggjur af því að ef við hugum ekki betur á þessum þætti, að þá eigum við eftir að fá ákveðin samfélög kannski frekar upp á móti okkur en með okkur. En fyrir þig persónulega, þú sem ert með svona mikla reynslu, langar þig ekki bara til að vera þinn eigin forstjóri og vera með þetta eigin fyrirtæki og skapa þinn eigin fyrirtækjamenningu? Klárlega það eitt af mínum markmiðum og ég get ekki bara kennt, heldur verð ég líka hrinda í framkvæmd og ég á með marga drauma og næsta verkefni sem ég tek að mér, hvort það eru eigin fyrirtæki, annað fyrirtæki, þar mun ég líka þurfa að finna eitthvað tilgang að við séum að gera heiminn aðeins betri. Sem tengist einmitt verkefninu Auður í krafti kvenna. Halla, þú ert framkvæmdastjóri þessa verkefnis. Til hvers er þetta verkefni? Ég held að vissu leyti þá skorti konur oft sjálfstraust til þess að sækjast eftir bæði að reka eigin fyrirtæki og vald meiri stöðum innan fyrirtækja. En ég held að besta leiðin til þess að fá þær til þess sé að auka þekkingu þeirra. Sjálfstrausti kemur með aukinni þekkingu. Og Auður í krafti kvenna trúir á það og þess vegna eru námskeiðin þar að höfða til kvenna allt niður í ungar stúlkur með degi eins og dæturnar í vinnuna en líka með námskeiði fyrir stúlkur á aldrinu 13 til 16 ára. Það var alveg frábært. Við fórum með 3 svona hópa, einn á ári, austur á skóga undir Eyjafjöllum og vorum með þær í 3 daga. Kenndum þeim fyrst aðeins viðskipti og helstu hugtökin og smáskilning og fórum síðan bara með þær í fyrirtækjaleik þar sem við byggum til umhverfi þannig að þær þurftu að fá sína eigin viðskiptahugmynd, búa til nýtt fyrirtæki í hópum og svo reka það fyrirtæki. Ég er sannfærð að ef við viljum breyta hlutunum og virkilega hafa áhrif þá verðum við að innleiða frumkvöðlamenntun inn í menntakerfið. Það var 1480 konur tekið beinan þátt í námskeiðum Auðar og af 163 þeirra tóku þátt í frumkvöðlanámskeiðum og hafa stofnað 51 fyrirtæki og skapað 217 störf. Ég hef lengi verið talsmaður nýsköpunar og frumkvöðlastarfsemi og það var frábært að Björk hefur tekið höndum saman með okkur í Auði Capital að setja saman þennan sjóð og við ætlum að fara að horfa upp á að byggja hérna fjölbreytt atvinnulíf. Íslendingar þurfa í dag að búa til einhverjar ánægjulegri og áhugaverðari sögur sig heldur en þær sem eru núna þarna úti. Hala Damastir, founder and chair of Sister Capital. When we founded Outer Capital, we said we wanted to incorporate more feminine values into finance. So it takes women's leadership, but also a dose of something else, disobedience. What I am hoping we will do regarding the financial sector is I hope we will have the courage to really take a hard look at how we should redesign it to work and not just rebuild it as we did after the collapse. Iceland was the first country to democratically elect a single woman, as president of its country. The whole thing about the female trend is not about women being better than men. It is actually about women being different from men, bringing different values and different ways to the table. I am fed up with this tyranny of either or choices in life. Either it's men or it's women. We need to start embracing the beauty of balance. So let's move away from thinking about business here and philanthropy there, and let's start thinking about doing good business. That's how we change the world. That's the only sustainable future. Thank you.